Ég að segja eins og að mér finnst að ganga kraftaverki næst að það skuli ekki skeika nema rétt rúmum 25 mínútum frá boðaðri dagskrá miðað við fjölda erinda hér og líka þessu umfangsmikil og flókið þau mál eru sem að hér til umræðu. En þá kemur að hér að næsta þætti. Ég skil það svo að ráðurinn okkar þurfa að fara af stað og þakka honum kærlega fyrir þátttökuna í dag. Þá komið að næsta þætti sem eru umræður og ég ætla að biðja frumalendur að þá sem ætla að vera með í pallborðinu ásamt þá Guðmundi Lárusinni sem kemur í staðinn fyrir hana Helgu að koma hér upp og taka sæti. Gjörðu svo vel. Þú og þrí. Já. Herðu, setjast bara hérna. Gott og vel. Já, sest þú hér. Ég ætla að vera mér að kannski varpa fram einni spurningu í upphafi og svo tökum við bara mótið spurningu hér úr salnum og höfum þann háttin á að fólk stendur upp og kynni sig. En mér langar að nefna það við þig, Guðmundur Ásmundsson, að því að ýmislegt hefur verið sagt hér sem hefur beint að Landsneti. Bæði sem komið fram í máli Guðmundar nafnaðins Baldvin Guðmundssonar hér í bæjarráði Akureyrar, eins líka hjá Karli Ingólfssyni og líka hjá Helgu Þórðardóttur, að menn hafa haft uppi orð vinnubrögð Landsnets, hvernig hafi verið staðið að skipulagi á þeim bænum, þó að það hefur líka fylgt því að menn hafi þótt að sjá merki betri vinnubrögð hér á undanförnu. En það svo, hvernig svarar Landsvirkjun þessari gagnrýni sem hefur komið fram frá landeigendum, frá umhverfis samtökum og hér frá stjórnmálamönnunum? Hvernig svarar Landsvirkjun þessu? Landsnet segir þessu. Ég veit hvað Landsvirkjun segir. Heyrið í mér? Virka mikrofónum. Heyrið í mér? Heyrið ekki núna? Þú erum fann að tala illu eins og fyrirverandi forstjóri, hann sagði alltaf Landsvirkjun þegar hann meinti Landsnet. Já, ég var einu sinni stjórnar. Það aðgreina að koma milli okkar. Það náttúrulega, þegar við erum að tala verkefni eins og Blöndulínu 3 sem var kannski hitaverkefni í þessu, það var ágætt að hafa það í huga að þetta verkefni sem unnið á mjög löngum tíma og það breytast mjög margar forsendur á leiðinni. Og ég ætla svo sem ekkert að þræta fyrir það að við höfum þurft að læra okkar leksju sem fyrirtæki og við höfum sannarlega gert það og vonandi erum við að sýna það og það er alltaf ágætt fyrir svona mann eins og mig sem að stjórna fyrirtæki að taka ábendingum og horfa á og sjá hvort það sé hægt að vinna skynsamlega úr málum og það hefum við vissulega gert. En það er náttúrulega ýmislegt sem kom hérna fram í erindunum sem eru svona tengisbreytingum sem urðu á leiðinni. Og þegar Blöndulína var til dæmis undirbúin á sínum tíma, þá voru lögin þannig að okkur bara skylda til að leggja fram hagkvæmasta kosting hverju sinni, sem enn þann dag í dag loftlína. Síðan 2015, þá voru lögunum breytt, eða sem sagt, þá kom stefna stjórnvalda lagningu, man ekki hvað hann hét, svona kallið jarðstrengjastefnan og í framhaldi af því þá hafið þið verið að heyra aðrar þingsaláritunar til að koma fram og það veitti okkur meira svigrúm til þess að bregðast við og gaf okkur miklu meiri tækifæri til að taka samtal og það vissulega það sem við höfum verið að gera og ég vona bara og ég sé náttúrulega að það eru fleiri aðilar sem koma að þessu vegna þess að ég sé ekki fyrir mér að það sé ykkur einn aðili í svona flóknu ferli sem ber alla sök. Og ég sé þetta hins vegar að það eru fleiri aðilar farnir að setja sig vel inn í málin og kynna sig vel og vinna vel og við finnum það til dæmis í þessum verkefnum núna sem fyrir austan þar sem við erum að vinna að fólk tekur okkur mjög vel, tilbúið að vinna með okkur og vonandi skilar það bara miklu betri árangur og það er kannski það sem skiptir öllu máli þegar maður horfir fram á veginn. Já, takk kærlega fyrir þetta. Nú ætla ég að opna fyrir spurningar úr sal.
Hér bara merki hérna og kynna ykkur upphaf. Á Vestfjörðum hefur verið að jafnaði 10% fækkun undanfarin áratug eða svo, en það mjög mismunandi eftir byggðarlögum og það vill svo til að þar sem raforkukerfið er síst, þar hefur fækkun verið mest. Og ég vil vekja athygli á þessu vegna þess að þegar byggður upp dreifi og flutningskerfi þá er sagt að það verði að gera ráð fyrir þróun og breytingum, tekið tillit til þess að hafa aðeins meira í pípunum heldur en byggða þróunar sýnin gefur kynna. Þetta var fyrsta spurningin og önnur spurningin til Landsnets. Hvenær hægt að komast í samstarfsráð? Ég vil nefnilega taka fram að Vestfirðingar eru byrjaðir að vinna heimavinnu sem hreinlega að skoða hvaða línulagnir hugnast þeim þegar við horfum á virkjanir eins og Austurgilsvirkjun og Hvalárvirkjun vegna þess að þær hugmyndir sem hafa verið lagðar á borð af hálfu Landsnets hugnast heimamönnum ekki. Ef einhvern tímann á að fást botn í þetta mál þá viljum við gjarnan byrja á morgun. Takk. Kemur það til greina síðari spurningin. Takk fyrir þetta, María. Ég ætla kannski að byrja á því að beina fyrir spurningunni hver vil taka hana. Ég ætla ekki að senda þetta á alla línuna, það alveg óþarfi. Bara fá orkumálastjóra til þess að byrja. Já, ég held að þetta sé mjög góð spurning mitt með þessa raforkuspá. Hún auðvitað bara gerð til þess að hafa svona nokkurn veginn sjá hvernig þróunum verður næstu ár og það kemur auðvitað þegar við erum spá fyrir hvernig við þurfum að hækka gjöld í bæði flutning og dreifingu og svo framvegis. Það svona stjórnsýslulegt tæki sem við notum. Í raun og veru auðvitað reynum við að hafa hana síðan sem réttasta. En það alveg rétt að þarna ber að hugað orsök og afleiðingu. Ef við sjáum bara þróun flestra landa í heiminum, þá sjáum við það að hagvöxtur, 1% hagvöxtur kallar nokkurn veginn á 2% aukningu í raforkunotkun. Þannig það svona yfir línuna og það alveg ljóst að í löndum þar sem að ekki nóg framboð á örugri raforku, þannig að sé hægt að byggja upp atvinnulíf og það hlýtur að gilda svæði eins og Vestfirði, að þá verður ekki hagvöxtur. Og þannig að þetta alveg fullkomlega rétt ábending. Hér sem sagt orsök og afleiðing hangið saman. Takk. Okay. Og þá, hvað var það, Landsnet? Ég kannski svara henni spurningunni að það fyrirkomulag sem í dag, það heitir verkefnaráð og þá erum við farin að fjalla einstaka framkvæmdir og þar erum við að reyna að færa samráðið og samtalið eins framalega og hægt og raunverulega taka það áður en við förum að stað og svo samhliða allri rannsóknarvinnunni. En þetta á við einstaka verkefni. Mér heyrist og hins vegar verið að tala kannski svona mynstrið í landshlutanum Vestfjörðum, þar sem verið að tala mörg verkefni á miklu fyrra stigi og það verkefni sem við erum að leysa í kerfisáætluninni. Í dag þá það bara opið ferli, þannig að hver og einn getur komið með athugasemdir inn í kerfisáætlunina á undirbúningsstigi og hún gefin út árlega og við fyrir væntanlega að senda drögin út fljótlega af næstu kerfisáætlun og svo bara tekur opið ferli við sem hver sem getur gert athugasemdir. Við höfum hins vegar horft á önnur lönd, hvernig þau leysa þessi mál og þar unnið með dálítið öðrum hætti, til dæmis í Danmörku, þar sem menn eru með svona hagráð sem þá líka okkur til ráðgjafar nánast kerfisáætlun og hvað annað og það á svona breiðari grundvelli og þar væri náttúrulega vettvangur eins og fyrir Vestfirðinga að koma
að sínu sjónarmiðum í gegnum svoleiðis ef slíkur ráði væri komið á. Þannig að það er svona lýðræðislegra fyrirkomulag. Ná, spurning hér. Það kemur mikrofót, Guðmundur. Guðmundur Guðmundsson heiti, ég kem frá Byggðastofnun. Í kerfisáætlun Landsnets var gert ráð fyrir tiltölulega löngum jafnströms jarðstreng yfir hálendið. Það virðist vera út af borðinu kannski núna, en það sem ég langar til að spyrja hvað eru jarðstreng í raunhæf lausn í uppbyggingu á raforkukerfinu og til dæmis það eins og byggðalínukerfinu? Og ég held að það sé engin þjóð sem byggir allt sitt raforkukerfi í dag á jafnstraum og svona almennt séð eru jafnstraumstrengir lotaðir fyrir mikinn flutning yfir langa vegalengd. Þar koma hagkvæmir inn og að því að endastöðvarnar eru mjög dýrar og við höfum hins vegar séð að það er einn staður á Íslandi þar sem að svona tækni gæti verið eiginlega alveg frábær vegna þess að hún býður upp á flutning á milli kerfa og líka upp á það að við getum stjórnað betur kerfinu, auki stöðuleikan raunverulega í kerfinu og gæði. Og það er að fara yfir sprengisand, en galli við þessa leiðir að hún er miklu dýrari. Nú, hvað er þetta statt í kerfinu hjá okkur? Við erum náttúrulega, eins og ég sagði, við erum að horfa núna á þessar framkvæmdir sem við leggjum áherslu á hérna fyrir norðan. Það er að segja Kröflulínu 3, Hólasandslínu og Blöndulínu og svo á Reykjanesi. Samhliða því þá erum við náttúrulega að skoða þá valkosti sem koma til greina með að tengja valkostina. Og við höfum verið að skoða, að því að það nú sagt að við ættum ekki verið að horfa á hálendið, að þá höfum við verið að skoða í raun alla möguleika yfir hálendið, annarkvort að fara í lofti, að hluta til í jörðu, þá alltaf 50 km sem er svona möguleikin, eða alferð með þessari DSI-tækni. Þetta eru bara valmöguleikar sem menn þurfa að skoða í samanburði við aðra. Nú hinum valmöguleikin er að þá fara vængjaleiðina og þar eru líka viðkvæmsvæði eins og kom hérna fram hjá Karli áðan sem er Fjallabak, sem er gríðarlega viðkvæmsvæði og held ég fyrsta friðland á landinu, ef maður rétt, og Suðurströndin öll. Þannig að það eru líka viðkvæmsvæði sem þarf að glíma við og við erum bara að stilla upp öllum möguleikum og þegar við erum komin svona með einhvers konar mynd á þetta, þá er kannski orðið tímabært að fara að ræða þá valkostin. Það er dálítið í það ennþá. Ef maður aðeins bæta við þetta, þá hefur vinnuhópurinn þessi jarðstrengjamál svolítið horft til Evrópu og Evrópusambandið er að vinna núna verkefni sem á að stór auka tengingar á milli landa. Ég held að sé stefnt að því að flutningsgeta yfir landamæri eiga nema það bil 30% af orkukerfi hvers lands og þetta er gert til þess að hægt sé að miðla orku álfunna á milli, sérstaklega hugsað fyrir óstöðuga orkugjafa eins og sólorku og vindorku að það sé þess að miðla þessum alla álfunna. Það blæs alltaf einhvers staðar og það er verið að undirbúa alveg gríðarleg jafnstraumsflutningskerfi. Þjóðverjar er að setja upp 4 samsíða kerfi, norður-söður, allt Þýskaland, samsíða og verðið á þessum endastöðum er að það fer hríðlækkandi og jarðstrengirnir sjálfur, DSI-strengirnir eru mun ódýrari heldur en ASI-strengir. Þannig að ég held að tíminn vinnur mjög með þessari mögulegu DSI-leið yfir Sprengisand, hvort sem að menn eru svo tilkipilegi til þess eða ekki. Það er annað mál. Já, takk fyrir þetta. Svo var spurning hér aftast til vinstri, já. Gjörðu svo vel. Já, komið í sæl, ég heiti Kolbeinn Óttarsson Proppi og er alþingismaður. Ég vil nú byrja að þakka fyrir þetta málþing og fá að vera hér að fylgjast með þessu og þessi erindi. Ég geti verið með margar spurningar á okkur, já, alla, ég ætlaði að segja öll en alla, en bara svo fleiri komist að ætla ég bara að koma með eina, ég geti svo bara afla mér upplýsinga annars staðar. Langar aðeins að biðja þig Guðni að útskýra aðeins og betur orðin sem komst inn á það að auðvitað er ekki hægt að stýra því
hverju keyptu orkuna eða í hvað orkan færi og talaði eins og sumir töluðu að það væri hægt þannig, það er náttúrulega vissulega rétt að það getur verið að ræðum að stýra því niður í smæstu fyrirtækjen, þannig hefur svo sem verið á orkumarkanum áratugum saman, orkan henni hefur verið stýrt í álverin og eins og hefur farið ágætlega yfir hér. En mér langar að biðja að útskýra þetta aðeins og hvort að þú tellir ekki að það sé hægt að þá stýra því að til dæmis hluti orkunar fari í orkuskipti, hluti þeirra orku sem framleidd verður fari þá í til dæmis umhverfisvænni fiskimjölsverksmiðjur, það er að segja að tryggja það að vera hægt að fara með rafmagni þangað. Hluti orkunar fari í græna samfélag eins og kemur fram í einni af sviðsmyndum í kerfisáætlun Landsnets. Að þegar einu leið sem hún nefndi líka að væri hægt að fara í væri til dæmis að skylda raforkusala til að ráðstafa hluta framleiðslunnar inn á almenna markað. Er það ekki ákveðin stýring á því hvert orkan fer og er ekki hægt að beita því á öðru sviði líka? Takk. Já, þakka þér fyrir Kolbeinn. Þetta er nefnilega mikilvæg spurning vegna þess að við erum með sem sagt lög í landinu sem að hafa frá 2003 þegar lögin voru sett og síðan frá 2005-2006 þegar voru svona komin í notkun má segja, að þá höfum við aðgreint annars vegar flutnings- og dreifikerfi sem eru einunguna fyrirtæki þá undir eftirliti Orkustofnunar og stjórnvalda og síðan erum við með frjálsan raforkumarkað, það er að segja að menn framleiða raforku og selja þeim sem vil borga hæst verð. Ef við ætlum að hverfa frá þessu þá erum við í raun og veru að þurfum að búa til alveg nýtt lagaumhverfi. Það er að segja ef við ætlum en hins vegar eru vissar takmarkanir sem við getum gert og þær eru sem sagt til í þá þessum tilskipunum Evrópusambandsins sem við erum aðilar að og þær væru þá til þess að vernda sem sagt almennan markað. Þannig að það er hægt að gera ákveðnar ráðstafanir til þess að tryggja það að ákveðin hluti orkunar væri sem sagt á skammtíma markað, ekki bundin sem sagt í samningum til lengri tíma. Það er kannski og það myndi þá þýða að það myndi ekki vera jafn mikið verðþrýstingur á almenna markaðnum, hins vegar myndum við vera með verðmyndun. Hins vegar ef við komum að því að vera með einhvers konar samfélagslegar markmið sem sagt hvernig iðnað við viljum hafa og hvernig iðnað við viljum ekki hafa, þá held ég að það sé mjög erfið leið samkvæmt núgildandi lögum og samkvæmt okkar alþjóðasamningum að gera það með því að skrúa fyrir raforkuna til vissra væntanlegra kaupenda, heldur þá verðum við einfaldlega að setja okkur markmið til dæmis eins og ég sagði mengun og losun eða þá eitthvað annað sem við teljum neikvætt sem við viljum takmarka, en það verða þá að vera almenna reglur en ekki beinast að einstökum fyrirtækjum. Gott og vel. Fleiri fyrirspurnir? Eða bara trúa því að þessi er búin að svara öllum bara? Það var þetta ég að nota tækja aðeins og spurja bara einna spurningar hér og mér er eiginlega alveg sama hver svaraði. Nú þekki ég ekki sögunin einum smáatriðum en einhvern tímann heyrðum að þá söguskýringu varðandi uppbyggingu áliðnaðarins á Íslandi. Annars vegar var hugsunin sú að finna leið til þess að koma rafmagni úr landi, selja það í formi áls. En hitt hafði líka skipt máli að með því væri hægt með þessum stóru notum að byggja upp örugt raforku dreifikerfi. Og mér langar aðeins að bara rétt aðeins að heyra það því að stundum í umræðinni talað eins og það hafi þessi erfitt að greina hvers vegna að fara í þá uppbyggingu á sínu tíma og síðan kannski þá í framhaldinu erum við þá komin að endamörkum á slíku, er einhver ástæða til þess að hverfa frá slíku, er jafnvel möguleiki á því að segja við eitthvað af þessum álverum, við ætlum ekki lengur að selja ykkur rafmagn, eða í það minnst að hækka þannig verðið að það verði ekki hagkvæmt. Má svolítið orkumálastjóri kom hér inn á áðan. Mér er nú eiginlega alveg sama hver bregst við. En einhver þarf að gera það. Gjör svo vel. Já, gott fólk. Mér finnst þetta nefnilega grundvallar spurning sem að þingmaðurinn spyr. Já, fyrirverandi skoða, það má ekki vera að skamma mig fyrir það. Já, hún tengist líka því sem þú ert að tala um. Já. Og þá spyr maður sig hver tekur ákvarðanir hvernig umhverfið á að vera á Íslandi. Eru það fyrirtæki eins og Landsnet sem að falbýður
orku og reynir að afla orku gegnum Landsvirkjun, eða það stjórnmálamennir, það Alþingi sem tekur á að taka slíkar ákvarðanir. Og mér finnst að að mörgu leyti hafi Alþingi ekki haft ákveðna stefnu og ekki haft frumkvæði, heldur hafi þessi fyrirtæki sem að starfa undir, þetta ríkisfyrirtæki, þau hafi í sjálfu sér markað sína eigin stefnu og þau hafi ráðið nokkru það hvernig uppbygging orkufreksiðnaðar hefur verið og hvernig í raun og veru hefur verið staðið að þessu málum. Og ég spyr, það fullkomlega eðlilegt að Alþingi framselji í raun og veru vald sitt til þessara undirstofnana? Já, þá vil ég heyra frá Landsneti næst. Ég skal reyna að svara þessu, en okkar hlutverki í þessari raforkukeðju, orkukeðjan er eiginlega skipt upp í samkeppnisþátt og sérleyfisþátt, og sérleyfisþættirnir er flutningur og dreifing raforku, og okkur sem fyrirtæki erum vel að skylda til þess að flytja þá orkur sem að menn vilja, og við megum alls ekki hafa neina skoðun á því. Okkur er algjörlega bannað að hafa skoðun á því hvert orkan fer, vegna þess að við megum ekki hafa áhrif á samkeppnisþáttinn. Það er eins og að framleiðendurnir sem að selja orkuna til notendana samkvæmt regluverki sem er sett af Alþingi. Og það er raunverulega Alþingi sem settir regluverk, og það regluverk sem við búum við, það er í samræmi við þá það regluverk sem er bæði í Evrópu og mestu leyti í Bandaríkjunum líka, í raun frjáls viðskipti með raforku. Og þetta er bara það fyrirkomulag sem við búum við, og það var held ég það sem orkumálastjóri var að nefna. Þannig að við erum í sjálfu sér ekki að kaupa orku og falbjóðana. Við höfum í raun enga hagsmuni sem fyrirtæki af þessu, annað en tekjurnar okkar sem raunverulega Guðni ákveður. Þannig að hann ákveður hvað við megum hafa mikla tekjur og við getum ekki fengið krónu umfram það. Þannig að öll samkeppni eða business er ekkert inn í okkar módeli. Það var líka spurning frá Illu áðan hvernig raforkukerfi hefði þróast, og þið sáu það bæði á myndinni hjá mér og myndinni hjá Karli að raforkuflutningskerfið hefur þróast aldrei kringum þessar stóru notendur. Ég held að það sé alveg augljóst. Og ef einn þeirra myndi loka, þá er ekkert alveg sjálfgefið að það þýddi minni orkuflutningsmannvirki. Einfaldlega vegna þess að orkan fer yfirleitt stystu leið á þessar stóru notendur. Ef að svona stór notandi lokar, hvert á þá orkan að fara? Dreifist hún landið og höfum við flutningskerfi fyrir það. Það þurfum við líka að velta fyrir okkur. Þannig að þetta er alltaf svona, þetta eru stóra spurningar sem allir þurfa að hafa í huga þegar að vera að ræða þessi mál. Já, nú aldrei lýs. Gott og vel. Ég sá fyrst þessa hend hérna. Starf sem forstjóri Norðurorku. Mér fannst, þetta kannski ekki alveg beinar spurningar, en mér fannst eins og hjá Karli áðan að það kom fram að kerfið var sterkt í kringum þessu stóriður, og nú ætla ég að taka það strax fram að ég er engin stóriði maður, en kerfið er sterkt þar í kring, og ég held að sé engin tilviljun að höfuðborgarsvæðið hafi byggst upp þann hátt sem það hefur byggst upp, vegna þess að þarna var byggt upp kerfi fyrir stóriðu og samhliða væntanlega fyrir höfuðborgarsvæðið. Kannski að því að þú komst inn að þetta væri ekki fyrir aðra. Þetta væri meira bara fyrir stóriðu en ekki fyrir þá íbúi í landinu. Annað sem er að okkur voru sýnt hérna myndir af staurastæðum í gegnum Skagafjörðinn og svona þessar tréstauralagnir, og ef við nú slökktum á Bekkrómal eða einhverju því, þá getum við væntanlega lifað áfram á því kerfi eða þeirri staurastæði sem það er, gamlu tréstaurunum. Það væri alls ekki, þá fengjum við bara yfir höfuð ekki sterkt kerfi. Og mér dettur í hug alveg eins og þetta sé með vegina, við erum ofta að tala um þjóðveginn hérna á milli líka, að ef að kæmi einhver stærri sem þyrfti að nota breiðari vegi, þá myndum við væntanlega njóta þess líka, annars verðum við bara áfram á mjóum vegum. Ég bara meina að velta því upp að styrkingin á kerfinu, hvort sem hún er fyrir okkur almennan íbúa, smærri iðnað eða stærri iðnað, hún hlýtur að koma öllum til góða á endanum.
og byggja upp svona farsælt og samfélag sem hafi þá meiri tækifæri. Það ekki beint spurningar, þetta voru vangaveltur. Ég veit ekki hvort þið tækið undir þeir. Já, takk fyrir þetta. Bara til þess að kannski má ég sjá þeir sem rétt upp henda áðan. Já, hérna þá. Já, góðan daginn. Helga Rós Indriðadóttir heiti ég og landeigandi meðal annars. Ég held ég hafi örugglega heyrt rétt, Guðni, að þú talaðir að tenging við Bretland myndi auka raforkuöryggi á Íslandi. Ég myndi gjarnan vilja heyra útfærslu á því, hvernig það kemur til með að tryggja eða auka raforkuöryggi hér. Og síðan beinir því til Guðmundar hvernig það samræmist síðan stefnu fyrirtækis Landsnets græna framtíð. Takk. Takk hérlega. Ég bregðast við þessu. Já, ég kannski svara þessu bara strax þá að það bara einfallega þannig að við tengjumst að eitt kerfi sem tengist öðru stærra kerfi hefur samt möguleika til þess að fá orku frá því kerfi ef verður orkuskortur og síðan ef það verður umfram orka þá hægt að veita henni aftur til hins kerfisins, þannig að eftir því sem að við tengjum meira saman, eftir því bæði nýtum við orkuna betur og eins fáum við betra orkuöryggi á hverju svæði. Síðan kannski það sem að felst í þinni spurningu það ef við myndum skuldbinda okkur til að veita orku til Bretland sem að við ekki hefðum, þá myndum við minnka raforkuöryggi okkar. En það segi ég að þetta var auðvitað sagt í ljósi þess að við myndum leið þá afla nægilega orku fyrir þennan streng. Kannski aðeins að taka undir með Helga hérna, að ég auðvitað sammála því að sko höfuðborgarsvæði og fleiri svæði þau hafa náttúrulega notið þessa sterku tengingar sem voru byggðar upp bæði fyrir höfuðborgarsvæði og hérna stóriðinu, þannig að stóriðin hefur náttúrulega haft heilmikil áhrif á afhendingaröryggi á suðvesturhorninu og þær framkvæmdir. Og ef við förum að tala sæstrengi þá var bent spurningu til mín hvernig þetta samræmis grænu sviðsmyndinni og sko hlutverk Landsnets að flytja raforku á Íslandi, ekki milli landa. Það okkar hlutverk, þannig að ef við horfum á sæstreng sem slíkan, að þá gæti hann í besta falli verið einn af viðskiptavinum eins og hver annar notandi. Og við höfum í sjálfu sér engin sérstök áform þennan sæstreng að öðru leyti en því að við höfum heyrt í þessum aðilum sem hafa áhuga að leggja þennan sæstreng milli landana og við enga sérstaka stefnu það. Gott og vel, þá höfum við áfram hér. Já, Reinhard heiti ég hjá Atvinnuþróunarfélagi Þingeyinga. Við langar að spyrja hann Örvar, hann fór nú yfir ýmislegt. Við langar aðeins að spyrja hann út í mögulega rafvæðingu verksmiðju Ísveitslandsins á Þórshöfn og þá kannski bæði út frá því ef það væru möguleikar, hvernig svona liti það út rekstrarlega, þú nefndir ákveðnar tölur og kannski tengt í sjámennað eða sjámennað framundan að, hvað maður segja, orkugjafinn hafi einhver áhrif á markaðsmálum hjá þessum fyrirtækjum. Það er að segja, veikir það stöðun að vera þarna en ekki með grænu orkuna í framleiðslunni, að þetta matvælaframleiðsla í grunninn. Já, takk fyrir spurninguna. Í fyrsta leið þá sett ég náttúrulega svakalega glæru fram til þess að sína að þetta væri nú reyndar græn orka sem við erum að nota, þótt þetta sé olía. En fyrsta leið náttúrulega bara ekki hægt að fá þessa orku hvorki í Vestmannaeyjum né á Þórshöfn eins og staðan núna. Þannig að það í raun miðað við hvernig við höfum horft á þetta hefur okkur fundist þetta bara ofboðslega ólíklegt að við séum nokkuð tímann að fá þessu orku. Þannig að við byrjum bara því Síðan það hitt að það fóru allar aðra verksmiðjur í raforku. Það náttúrulega gátu það á þessum tíma en raforkuverðið var miklu lægra og þá að tala þessa ótryggu orku, það þýðir ekki að bera þetta sama við heimili eða eitthvað. Og það búið að hækka þessa orku, þetta raforkuverð óbúðslega mikið en á sama tíma er gengið krónu og olíuverða sveiflast mikið og þetta getur það komið upp að verða ódýrara. En það kostar óbúðslega mikla peninga, þetta eru 400–600 milljónir á hvora verksmiðju. Varðandi markaðsmál, þá er alltaf að aukast, þessi krafa vottanir og slíkt.
og ekki samt sko eins og að þannig erum við það má vilja segja að vandamálin séu samt vandamálin ekki endilega þetta held ég í framtíðin, það að segja langstærsti viðskiptavinur er laxaframleiðendur eða fóðurframleiðendur fyrir laxaframleiðendur og vandamál okkar þessar ofboðslegu sveiflur í magni. Við getum ekki afgreitt við getum ekki sagt þeim þið getið keypt 5.000 tonn næsta ári. Við vitum ekkert það. Og þess vegna eru allir þessi laxaframleiðendur að reyna að þróa fóður með sem minnstu fiskiolíu og fiskimjöli. En það samt að koma inn þessi krafa þessar vottanir og við erum þar að einhver leyti en það getur vel verið að koma upp svo stað að það verði mun herra verð fyrir í raun þá endanum lax sem alinn á fóðri með litlu kolefnisspori. Síðan erum við náttúrulega að keppa við fyrirtæki í Chile og markaðurinn í heild sinni meira og minna fyrir utan eiginlega Ísland í gasi eða olíu. En þetta getur ekki gerst. En eins og staðan þá þessi raforka og það liggur okkar blessun, það liggur við með hvernig raforku verðum við þróast. Það séð alveg svo Ok, takk fyrir þetta. Hverju voru eftir hér? Já, gjör svo vel. Já, takk bara kærlega fyrir þessi erindi og við höfum gjarnan vilja sjá fleiri kvenmenn við pallborðið en það vonandi verður betra næst hjá okkur. En það sem ég langaði að spyrja að því Karl kom inn á varðandi að stóriðjan væri ekkert að taka þátt í uppbyggingu á flutningskerfinu og fá aðeins skýrari mynd af því. Ég kannski misti af einhverju, ég skrappa aðeins fram áðan. En er það út af þessum samningum og á það eftir að breytast eða er við njörfuð þannig niður til framtíðar að stóriðjan sé ekki að taka þátt í uppbyggingu flutningskerfingsins eða endurnýjun eins og þarf? Og síðan langar mig að heyra frá okkur varðandi þessar tvær leiðir sem verið að ræða að byggja upp annað með hálendislínu eða að byggja upp megin flutningskerfið að það verður varla farið í hvort tveggja samhliða með fullum krafti þá að það þurfum við alltaf að byggja upp samhleið eða veik svæði í megin flutningskerfinu. Mér langar bara að vita hvor leiðin væri betri fyrir Vestfirði sem eru mjög aftarlega á merinni að það væri gaman að vita það að hvor leiðin nú betri ef við erum ekki að gera þetta allt hvort tveggja á næstu 10 árum og ég nefnum bara þá tölu, takk. Og viðbrögð hér? Já. Orkumálastjóri, já. Þetta með stóriðjan borgar eða samningarnir við álverin og núverandi samningur við Elkem eru þess eðlis að þeir eru flestir frá þeim tíma sem að Landsvirkjun sjá sjálfum að flytja raforkuna á staðinn. Og það var gerður samningur upp á verð og það innifól flutningskostnaðinn. Þannig að nú búið að splitta þessu upp. Landsnet með flutningsþáttinn og Orkustofnun úrskurðað flutningsverðið og þetta breytir engu fyrir þessa kaupendur sem að hafa þessa samninga og þetta yfirgnæfandi meirihluti raforkunar því að breytingar á flutningskostnaði þeir verða bara til þess að hækka eða lækka skilaverði til framleiðandans. Þannig að þegar farið að tala gríðarlegar uppbyggingu í flutningskerfinu þá má gera ráð fyrir því að flutningsgjöld hækki og þá lækkar einfallega skilaverði til þeirra sem selja þessum aðilum raforku og það eru náttúrulega megnurinn til Landsvirkjun og Orkuveitur Reykjavíkur sem eru þá fyrirtæki í almannaeigu. Þetta svolítið sérkennilegt fyrirkomulag og þú spyrð Vestfirðina. Það skiptir engu máli fyrir Vestfirðina hvort það verður byggð stór lína frá Sigöldu og Austurum, hvort það verður lögð yfir Sprengisand eða hvort það verður frá Grundartanga og þá leiðina norður í Blöndu. Það skiptir engu máli fyrir Vestfirðina. Því að
þessi menn sem að hér sitja með til beggja liða, þeir hafa báðir komið, eða þeirra fyrirtæki að stofnanir að ágættri skýrslugerð raforkumál á Vestfjörðum, þar sem að kemur bara mjög skýrt fram að það sem mestu máli skiptir til framtíðar fyrir raforkuöryggi á Vestfjörðum, að það komi raforkuframleiðandi sem tengist inn í endan á kerfinu. Allra best væri að það fá virkjun sem tengist beint inn á Ísafjörð. Því þá verið að fæða inn á kerfið úr báðum endum og önnur leiðin má klikka. Og það skiptir engum máli hvað hlöðum á kerfið á innfæðingarendanum í Hrútafirði. Því að flöskuhálsin þessi langa flutningsleið og ég sakna þess eiginlega þeirri umræðu sem hefur verið virkjun í Ófeigsfirði og tengingu hennar suður til Breiðafjarðar, að í þessum skýrslum frá Landsvirkjun og Landsneti og Orkustofnun, þar segir bara hreint út að virkjun í Ófeigsfirði og tenging hennar til suðurs hefur sáralítil áhrif á raforkuframboð og raforkuöryggi á Vestfjörðunum, en væri þessi sama virkjun tengd beint til Ísafjarðar, þá myndi ástandi gjörbreytast. Þannig að ég held að þetta svari þessu með Vestfjörðunum. Ég sá að bæði orkumálastjóri og eins forstjóri Landsnet vildu bregðast við. Já, takk. Það er kannski fyrstulega benda á að þetta alveg rétt að eldri raforkusamningar voru gerðir þannig að flutningur og orkusala og sala orkuflutningi var í einu pakka. Þetta þýddi það að orkusalinn var að taka þá áhættu fyrir orkukaupandann. Og það hefur svona í nýrri samningum því hefur verið breytt og sumir eldri samningar hafa verið rifnir upp til þess að breyta þessu. Þannig að ég held að þar munu orkusalarnir í framtíðinni þegar sjá þessa skiptingu þá munur auðvitað fyrst og fremst líta til sinna hagsmuna og sinna áhættu þegar þeir gera nýja samninga. Þannig að maður á nú kannski eftir að sjá þetta breytast. Hvað varðar þetta að Orkustofnun hafi sagt að tenging Ófeigsfjarðar inn í Kollafjörð hafi engin áhrif á orkuöryggi á Vestfjörðum, það er bara einfaldlega rangt. Við höfum bent á það að 3/4 hlutar línunar frá Hrútatungu að Mjólká geta dottið út án þess að það verði orkuskortur og straumfall á Vestfjörðum. Þannig að þetta skiptir auðvitað miklu máli og verið mikill áfangi í því að skapa orkuöryggi á Vestfjörðum, en í raun og veru þá þarf að klára þá frá Kollafirði í Mjólká með tvöföldun, en það er auðvitað miklu styttra heldur en að tvöfalda leiðina frá Hrútatungu í Mjólká. Þannig að halda því fram að þetta skipti engu máli, það er bara málflutningur sem að menn hafa stundað hérna til þess að villa í þessu samhengi, og nú þegar að vera að bera þetta upp á Orkustofnun, þá er ég að segja, þá finnst mér að vera nokkuð langt gengið. Nú, hvað var, ég ætla nú að gefa þá bara Guðmundi orðið hérna. Og nú búin að svara hluta þessu, að þetta er náttúrulega sama skýrsla sem það er að vitna í. Það er aðalega þetta með en hérna, það er náttúrulega, en það er líka alveg rétt, Lilja, að auðvitað skiptir Vestfirði máli að hafa aðgang að sterkum hring, sterku bakbeini, og báða lausnirnar bjóða upp á það. Þannig að vandamálin hins vegar fyrir vestan eru náttúrulega meira staðbundins eðlis eins og Karl var að nefna, og það þarf að leysa það, og við höfum margótt bent á að hagkvæmasta lausnin í þeim efnum væri að vera sem næst byggðinni, þannig að við værum ekki háðir þessu línum sem fara yfir þetta erfiða landsvæði, og það er náttúrulega takmarkar sem hægt er að leggja af jarðstrengjum þarna, þannig að það er erfitt að finna góða flutningsleiðir á svæðinu. En hvað kostnaði varðar, að því að við erum að tala um hann, að þá er það þannig fyrirkomulagið í meginflutningskerfinu sem við erum að tala um núna, að það er ákveðin skipting, og það fer eftir því bara hver skiptihlutföllin eru milli stóriðju annars vegar og dreifiveitna eða almennings hins vegar, fer bara eftir orkumagninu sem flutt í landinu. Það er því skiptihlutföll, sem þýðir það að í raun og veru þá ber stóriðjan sem slík meiri hluta kostnaðarins heldur en dreifiveitunar, því að meiri hlutin af flutningnum í landinu vegna stóriðju. Það liggur alveg fyrir þessu stóriðju tekjuramma eða stórnotenda tekjuramma. Það er hins vegar alveg rétt sem hefur komið fram að ákveðnir samningar, eldri samningar,
að þá hafa orkuframleiðendurnir tekið ábyrgð á þeim og þegar við séum þetta í fjölmiðlum vegna þess að þessi sömu aðilar hafa jafnvel verið að gagnrýna þessa uppbyggingu og vilja draga úr henni af því að þeir hafa verið hræddir það að gjaldskráin hækki af því þetta er mikið framkvæmdamál. Þannig að það hefur mjög greinilega komið fram, þannig að þessi viðbrögð eru. Þannig að svona í raun þá það þannig að það eru að hver og einn ber sinn hlut í þessar uppbyggingu og stóriðan ekkert stikkfrí sem slík. Já, ég veit að eitt stutt komment hérna núna, svona bara sem viðbrögð. Mér langar aðeins til að bregðast við þessu sem Guðni sagði. Ég held nefnilega að við séum að tala sama hlutin. Ég sagði að það væri til skýrslur og það kemur líka fram skýrslur frá Orkustofnun ágæti þess að tengja virkjun beint til Ísafjarðar. Það gjörbreytir ástandinu. En Guðni vildi meina að það væri líka gott að þessi virkjun væri tengt suður til Breiðafjarðar eins og Hvalármenn hafa verið að tala núna. En svo bætti hann við, svo þyrfti náttúrulega tvöfalda línuna þangað og vestur. Þannig að ég náttúrulega að tala við erum náttúrulega báðir að tala að leggja línu frá virkjun og til vesturs, nema Guðni var að tala að taka þetta lykkjána til söðurs fyrst. Ég held að við séum nú alveg sammála þetta. Það var alveg yndislegt. Voru fleiri hendur hér? Já, ok. Ég hótaði því að ég væri með fleiri spurningar. Ég ætla aðeins að taka upp þetta varðandi skipulagið vegna þess að mér þótti erindi Einars gott. Hann minntist á orð sem að við höfum í rauninni aldrei skilgreint í íslenskri löggjöf og það orðið friðun eða verndun. Og ég með eiginlega áskorunum það að þetta orð verði skilgreint og hvað það þýðir í raun og veru að taka eitthvað í verndarflokk. Það að eilífu eða hvað þýðir þetta mál? Þetta skiptir verulega miklu máli varðandi framtíðina. Til skipulagsstofnunar vil ég beina einni spurningu og hún þannig. Ef það væri bara ákveðið í eitt skipti fyrir öll að allar rafmagnslínur, vegir, ljósleiðari, vatnslagnir, öll mannvirki í raun og veru sem að þurfa að þvera mikið landslag væru lögð samhliða og jafnhliða alla leið, alltaf, allstaðar. Myndi það einfalda okkar líf? Og spurning? Hvað segir þú, Einar minn? Já, það er nú reynda tilfellið að jarðstrengir og lagnir þær hafa áhrif á umhverfið. Með ekki gleyma því. Þær hafa áhrif á landnotkun og möguleikan á nýtingu Þannig að þetta kannski, þetta ekkert einfalt svar við þessari spurningu, skal ég segja þér. En já, það er mitt svar. Já. Heyrðu, þá ætla ég að taka eina spurningu hér í viðbót og ég myndi láta það vera, og svo var ein hér, já. Og ef ekki eru fleiri sem rétt upp hönd núna, þá eru það 2 síðustu. Gjör svo vel. Já, góðan daginn. Hólmar Svansson heiti ég, atvinnusinni og umhverfisvinur. Ég með 2 spurningar, aðeins og eina kannski svona jafnréttis komment það er áhugavert að horfa á konurnar í salnum, við erum greinilega ekki lengra komin í þessu málum en það er ábyrgðandi að konurnar að flýta sér út núna. Það ber ekki meiri ábyrgð á börnum eða einhverjum öðrum tímalegum skuldbindingum. Ég trú ekki að það sé ástæðan. Ok, fyrsta spurningin eiginlega kannski út frá því sem Guðni var að tala bara hvað má segja stjórnsýslan eða hreinlega svona bara laga umhverfið sé einhvern veginn ráðþrota stundum og kannski ekki seinagangurinn sem að einkennir, kannski tala þetta frekar út frá virkjunum. Getur verið að þetta veika umhverfi sem sagt rýri rétt meiri hlutans gagnvart minni hluta í því til dæmis það að það sé ekki auðvelt að leggja línulagnir milli Eyjafjarðar sem sárvantar orku og Blöndu sem hefur orku fyrir hagsmuni minni hluta sem eru þarna fyrst og fremst landeigendur á leiðinni hér á milli. Laga umhverfið svona veikt og þarf þá hreinlega að breyta lögum og jafnvel Guðni var svona að tala að hreinlega að laga binda bara ákveðnar aðgerðir
Það kannski leið bara að laga binda það að það eigi að gera línulagnirnar hérna á milli til þess að leysa þennan ágreining en hafa þetta ekki pattstöðu áratugum saman. En svo á hinni hliðinni þá ég nú eiginlega almennt frekar á móti því að fara að laga leiðina að hlutunum. Ég vil frekar hafa þetta hvata. Hvernig væri það að sveitarfélög sem vilja fá þetta lagt í jörð sem töluvert dýrara, bara ennþá og stefnir ekki í að verði miklu ódýrara, að sveitarfélögin bara greiðir hluta af þessum mismun, segjum 15%, sé bara þeirra þátttökugjald í því að leggja jarðstrenginn í jörð. Ef þeir eru tilbúnir í það, þá bara sjálfsagt að skoða málið. Nú að lokum eitt svona sérstakt til hennar Helgu. Ég á mjög fallega mynd, ég sérstakur áhugamaður plastmengun og eitt stærsti ruslastraumur landsins í gegnum bændaplast. Ég á mjög fallega mynd af rótum Mælifells. Það sem á Facebook síðu sem ég held úti sem sóðaskap bænda og ég skal sýna henni flotta mynd af sjónrænni mengun. Hún ekki frá línunum sem í fjallinu á bakvið, heldur frá ruslapókum eða sem sagt heyrúllupókum hangandi í girðingum. Takk fyrir. Viltu vera með í pallborðinu? Já. Hún sá hins vegar ástæðu til að girða til að reyna að veiða það og stoppa það. Já. Þá var það hreinsað upp. En svo máru komast, þá var það spurning hér. Já, Sæll. Nei, byrju nú við. Þá var ég búin að fá svör við því sem var nú annað, sko. Það var nú ekki bara beint til Helgu, það var spurningin minna ráðþrota stjórnsýslu. Það auðvitað þannig að við viljum auðvitað sem horfum til almannaheilla. Það að segja að mál séu bara fullu upplýst og síðan að það sé örugglega tryggt að það sé tekin upplýst ákvörðun. En það ekki sagt, þar með sagt að hún eigi að taka óendanlegan tíma og þess vegna þá segja að við þurfum að huga því í okkar stjórnkerfi hvernig við getum í raun og veru gefið hlutum nægan tíma en ekki of mikinn tíma og verið sammála það vegna þess að það alveg rétt sem kom fram líka að endalaus kæruferli geta verið sem sagt tæki lítils minnihluta sem að eru þá alls ekki að vinna í þá almannaheilla heldur einhverja mjög stakra sjónarmiða. Ég vil hins vegar segja að þetta með hvata er mjög interessant og til dæmis höfum við séð að eitt vandamál sem við höfum að sveitarfélög fá sem sagt fasteignagjöld af stöðvarhúsum fyrir virkjanir. Það sveitarfélag sem hefur stöðvarhúsið sínum megin við ána sem sagt yfirleitt mjög virkjana sinna sveitarfélag. Hitt sem að fær sem sagt sem ekki fær eins góða vinning út úr þessar tombólu, þeir eru yfirleitt mjög á móti. Við höfum líka séð í Frakklandi þá höfðu menn sem sagt voru sveitarfélögin með áfram að allar línur færi niður í jörð og vildu ekki ljá máls á öðru þangað til að frá stjórnvöld tók upp á því að leyfa sveitarfélögin að leggja fasteignaskatta á raflínumöstur. Síðan var ekki mikið lagt í jörð eftir það. Þannig að þarna eru þetta hvatarnir, þeir eru líka mikilvægir í þessu. Ég sá að bæði Guðmundur og Karl myndu vilja fá að skjóta inn hérna stuttlega. Það fæðast í fyrst þú, Guðmundur. Já. Já, sá Guðmundurinn. Var ekki Guðmundur? Það er hægt að rauklast á öllu þessum Guðmundum. Einhvern tímann þegar framleiðsla á landbúnaðarins var og það vildi að vera 15 aðilar í því og þegar voru komnir 11 Guðmundar þá gáðust við nú upp í að ná hreinu meirihluta. En varðandi það að landeigendur standi gegn framkvæmdum saman við línulög, blöndulínu, þá kom það mjög skýrt fram í máli Helgu að svo ekki. Við hins vegar viljum hafa áhrif á það hvernig þessi lína verður lögð. Og það er rétt að það komi fram að í upphafi þá beitti Landsnet óskynsamlegri aðferð gagnvart landeigendum. Og ég er alveg sannfærður það að hefði Landsnet komið fram við landeigendur sem jafningja og sem viðsemjendur, þá væri málið ekki þeirri pattstöðu sem það er í dag.
Ég ætla bara aðeins að segja frá því líka að ég hef átt önnur samskipti við Landsnet á öðrum landsluta, þar að segja á Suðurlandi, þar sem að var lögð lína frá Selfossi að Þorlákshöfn og fór meðal annars í gegnum land sem ég á þar. Það var fullkomin eining þessa lög, engin andmæli og allir sammála. En framganga lögmanns Landsnets var með þeim hætti að það lá við að málið stoppaði og tefðist. Það er ekki heppilegt þegar menn fara á stað með einhvers konar samningaviðræður að segja svona ætlum við að hafa þetta, kallið minn, og við ætlum ekki að gefa þér neitt séns á því að segja þitt álit og bara ef þú ert með eitthvað múður þá setjum við þetta náttúrulega í mat. Látum matsnefnd eignarnámsbóta bara meta þetta. Sem betur fyrir leystist það mál svona með því að við tókum af skynsemi og ég vona svo sannarlega að Landsnet hafi lært sína leksíu og þurfi ekki að enda öll sín mál í Hæstarétti. En það er með svona vinnubröðum hafa orðið tafir, en þær tafir hafa ekki orðið vegna þess að landeigendur hafi sérstaklega staðið gegn framkvæmdinni. Takk fyrir þetta. Sko nú er það þannig að það er flug suður fyrir marga sem að hér eru í pallborðu fleiri kl. 17:25. Við erum á bílar allt í leið. Þannig að ég ætla bara örstutt síðasta spurningin hérna og ég vil bæði fá stuttarspurningu og stutt svar. Já, ég ætlaði nú eiginlega bara frekar að fá að setja hérna smá athugasemd. Það er búið að tala hérna mikið það að þetta sé að skila tiltölulega litlu í þjóðarbúið samanborið við aðra atvinnustarf sem á borðið ferðaþjónustu og fiskeldi. En það dugar ekki að skoða bara eitt og sér flatar útflutningstölur eða eitthvað svoleiðis. Það þarf líka að skoða hversu margir vinna við starfsemina. Og það er þannig að samkvæmt tölum á Hagstofunni sem ég fletti upp á síðasta ári, þá var það þannig að 8,3% af landsframleiðslu voru unnin í fiskvinnslu, fiskeldi og fiskveiðum. Það var 4,9% af vinnustundum. Ferðaþjónusta skilaði 6% af landsframleiðslu með 3,7% af vinnustundum, en veitustarfsemi og iðnaður, og þá erum við að tala allan orkugeirann, alla hitaveituna og allan iðnaðinn, skilaði samtals 8,8% með 2,8% vinnustunduna. Miklu lægra hlutfall, miklu hærra hlutfall framleiðslu heldur en vinnustund. Takk fyrir. Gott og vel, ég ætla bara ekki að leyfa pallborðinu að bregðast við þessu. Heldur segja við ykkur að ég er afskaplega ánægð með þær umræður sem ég hér hafa verið og ég vona að þið séu það líka og það hefur verið gagnað þeim. Það var upplegg Byggðastofnunar að það væri umræðu grundvöllur og ég held að hér hafi komið fram í umræðunum ólík sjónarmið en mikilvæg og það einmitt að eiga samtali er alltaf grunnur að einhverju góðu í framhaldinu. Fyrir hönd stjórnar Byggðastofnunar og starfsfólksins þá þakka ég ykkur kærlega fyrir fundarsettuna, ykkur frummælendum og pallborðsþáttakendum kærlega fyrir þáttökuna. Eigið góða ferð heim. Takk fyrir fundarsettuna.